Já, það var sólmyrkvi í kvöld. Já, í nótt. Í nótt. Hvernig svafstu? Ég bara ætlaði ekki að geta sofnað, sko. Nei. Ég fór bara fram klukkan 1 í nótt og fór að vinna. Já. Það svolítið mikil orka í þessum afstöðum himintunglana þessa dagana. Og sólmyrkvi náttúrulega stóð viðburður. Þannig það, já. Og þó hann gerist náttúrulega yfirleitt cirka 6 mánaða fresti, þá hefur þetta áhrif í svo langa tíma. Sérstaklega náttúrulega í allri orkunni sem nú þegar. Í gangi allar þessar orkubreytingu sem við erum að upplifa. En ofan á það sko í annað skiptið í röð nýtt tungl í hrúti. Og með hrútnum kemur eldurinn. Þannig að það er mikil og sterk orka. Og bara við getum alveg þess vegna fundið rosa mikið fyrir nýja tungluna alveg eins og fulla tungluna, og ég verð að segja að ég finn oft alveg jafn mikið fyrir nýja tungluna eins og þessu fulla, og sérstaklega eftir að tengja við tunglingin. Já, og svo skiptir aðeins máli í hvað húsi maður að ferðast í gegn. Jú. Hvernig tunglin hafa áhrif á mann líka. Já. En tengt þessum, sko sólmyrkvinn sést ekki á Íslandi, sést í Asíu, og nýja tunglið í nótt 12 mínútur yfir 4 á okkar tíma. Og svo verður tunglmyrkvi þegar verður fullt tungl núna 5. maí. En þessi hringrás með þessum sólmyrkva hefur að gera með ástríðun okkar í lífinu, og hvort sem verkefni eða sambönd eða hvað annað. Og við erum komin inn í þessa orku, það 2 vikur síðan við duttum inn í orku þessa myrkva, og svo orkan alveg þangað til 2 vikum eftir tunglmyrkvan. Já, það talaði að sólmyrkva orka sé svona, allavega þessi sólmyrkvi sé svona þessi orka upphafs og endis. Þannig að við erum að klára og koma okkur út úr aðstæðum kannski sem hent okkur ekki lengur, við erum að byrja ný verkefni. Já. Og það getur gert svolítið hratt. Já. Og þá getur við náttúrulega verið svona fundið fyrir kaosi, það verður ruglingur, hvert erum við að fara. Þá erum við að tengja við hjartað og passa alveg óbáslega vel jarðtengingun okkar og drekka nóg af vatni. Og lifa náttúrunni að hjálpa okkur svolítið. Já. Tengja við náttúruna, fara út í göngutúr, leggjast í grassið, faðma tré og allt þetta. En svo líka muna eftir kristöllunum okkar, og svo geta dýrin hjálpa okkur líka að tengja ótrúlega mikið við þessa orku móður náttúruna. Og í þessari orku óbúslega gott bara að vera meðvitað að það kemur mjög líklega tilfinningarót. Já. Það mjög líklegt að hausinn á okkur sé á fullu og við förum að efast alls konar aðstæður og hluti sem að við erum vön að vera í, en erum kannski farin að sjá frá öðru sjónarhorni eða finna í hjartanu að henda okkur ekki lengur. Já. Og jafnvel ef við höfum verið í aðstæðum þar sem við vitum alveg, við erum kannski vinnu sem við vitum alveg, eigum alveg að fara hætt í, eða í sambandi sem við vitum að hentar okkur ekki, eða eigum vinkonu eða vin sem vitum alveg að ekki alveg fyrir okkur, að þá núna gætu blossaði tilfinningar þar sem að maður bara getur þetta ekki lengur. Þannig að það gott að vera meðvitaður það og einmitt nýta hjálpartækin sem við höfum. Já, og bara muna að þegar þetta kemur upp að við þurfum að fara út úr hausnum á okkur og nota þær aðferðir sem að okkur henta best, eins og bara hugleiðslu eða jóga, gönguferð, hvað sem að hentar þér í rauninni til að takast á við þessi atriði. Og svo muna að náttúrulega leið og einar dyr lúkast þá opnast aðrar, og þessi orka að skapa fullt af tækifærum. Það skapa alveg helling af tækifærum, eins og Hrafnbjörg var að segja, sjá hlutina frá nýjum sjónarhornum, eitthvað nýtt sem kemur inn, og þá að leyfa okkur að nota þessa eldorku hrútsins. Stundum getum við þurft bara að finna að við þurfum að stökkva. Bara að vera vissum að við séum á réttri leið, það sem hentar okkur, en að nýta okkur orku til þess að láta vaða og fara í málin, af því að þetta orkan einmitt til að ljúka málum, til þess að komast áfram og stefna í áttina því sem við viljum. Og grípa þessu óvæntu tækifæri sem að koma svo oft upp og við látum skauta fram hjá. Já, akkurat. Og núna sko sólmyrkvi, hann ofurhleður allt. Já. Og leið að þá erum við að nota kannski tækifæri til þess að setja fram óskirnar okkar. Já. Og eyða smá tíma í það. Að setjast niður, skrifa niður og líka eins og okkur finnst gott að gera, hugleiða, fara inn í tilfinninguna sem fylgir því sem við viljum skapa, því sem við viljum að verða raunveruleika í okkar lífi. Og skrifa þetta niður og nýta þessa orku til að hjálpa okkur af stað.
Og ástæðan fyrir því að við höfum þennan fókus að fara inn í tilfinninguna hreinlega vegna þess að við getum stundum orðið svolítið upptekin af því að lífið verði betra þegar maður eignast svona stórt hús eða þennan bíl eða fer í svona vinnu og maður upptekin af því hvernig það á allt saman að líta út, en við gleymum stundum hvaða líðan við erum að sækjast eftir. Já. Þannig að í staðinn fyrir að gleyma okkur í smáatriðum það hvernig líf okkar á að líta út, að einmitt að fara inn á við og hugsa bara hvaða tilfinningu langar mig að fá inn í lífið mitt, hvaða tilfinningu á nýja heimili mitt að búa til fyrir mig og hvernig tilfinning vil ég að ríki í mínu samböndum, í vinnunum minni. Og þar með veit heimurinn hvað hann á að færa okkur. Já. Miklu betur kannski. Já. Svo nefnilega akkurat rétt eftir nýja tunglið í nótt að þá sólin komin inn í nautið. Já. Og þá akkurat kemur þessi orka til að hjálpa okkur að stíga skrefin í áttina því sem við viljum að gerist. Við getum alltaf beðið en ef við sitjum síðan alltaf bara heima og bíðum eftir því að hlutinni komið og gerist það ekki alltaf. Við verðum að muna hvaða litlu skref við ætlum að taka og þessi orka algjörlega að hjálpa okkur til þess. Opna tækifærin, svo nýtum okkur þau. Og við erum bara duglega að fylgjast með hvernig ykkur líður, hvað að brjótast inn í ykkur og athugið þið svona þegar þið farið að skoða betur hvort þessi orka sé ekki hreinlega bara hafa svolítið áhrif á okkur. Já, ævintýri sko.